Komið þið sæl. Í dag ætlum við að lesa bókina Jólagestir hjá Pétri. Loksins hlýnaði í veðri. Dögum saman hafði Pétur gamli ætlað út í búð, en svo bitur var kuldinn að hann þoldi tæpast að stinga út nefinu. Jólin voru að koma og varla ætur biti til í kotinu. Nú voru síðustu forvöð að kaupa eitthvað í matinn, höggva jólatré, baka piparkökur og koma ýmsu í verk sem vinna þarf fyrir hver jól. Kötturinn Brandur var búinn að finna jólatrésfótinn og beið þess ákafur við útidyrahurðina að kallinn opnaði. Pétur, aftan, komdu, nú skulum við ná í jólatréð. Fyrir mörgum vikum höfðu þeir félagar farið út í skó og valið sér þar lítið og snoturt jólatré. En þangað var töluverður spölur. Við látum það bíða, sagði Pétur gamli. Fyrst verðum við að komast í búðina og kaupa einhvern mat til jólanna. En áður ætla ég reyndar að moka mesta snjóinn hérna frá húsdyrunum. Þeir gengu út fyrir og Pétur mokaði stíga út af hænsnahúsinu, smíðaverkstæðinu, skemmunni og eldiviðarskýlinu. Við ættum að ná okkur í fáeinar grenigreinar til að leggja á útidyraþrepin, sagði kallinn. Kemurðu með, Brandur? Já, og ég vil fara á sleðanum, sagði kötturinn og var þegar hlaupinn út að eldiviðarskýlinu þar sem öxin og sleðin voru geymt. Pétur gamli kafaði snjóinn upp brekkuna á bak við smíðaverkstæðið með köttinn í eftirdragi. Hann hjó nú drjúgan slatta af grenigreinum en Brandur hlóð á sleðan, jafnharðan. Að svo búnu héldu þeir heim á leið tilbaka niður brekkuna. En á leiðinni skrikaði Pétri fótur. Sleðin rann áfram á hæla honum og rakst inn í hnésbótina. Pétur hneig aftur á bak ofan á hlassið og sleðin flaug með hann niður á jafnsléttu, beint á grjótagarðinn heima, þar sem hann valt á hlíðina með öllu sem á honum var. Kötturinn Brandur skemmti sér konunglega og æpti aftur, meira! En á kallinum var enga kæti að heyra, nema síður væri. Hann reyndi að rísa á fætur og stundi og kveinaði. Þetta var ergilegt, andvarpaði hann. Ég er slasaður, ég get ekki stigið í fótinn. Hann barmaði sér og blótaði til skiptis. Og kötturinn vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Þú mátt ekki bölva svona og ragna rétt fyrir jólin, var það eina sem honum kom til hugar að segja. Pétur staulaðist með harmkvælum heim í eldhúsið, tyllti sér þar á stól og skoðaði fótinn. Þetta var ljóta óheppnin, ég vona bara að mér batni áður en búðinni verður lokað, eitthvað verður við að borða á jólunum, hann stundi þungan. Og einmitt núna, þegar við höfum svona mikið að gera, sækja jólatréð, þvo eldhúsgólfið og já, ég get gert það, æpti kötturinn, brá við hart og kom að vörmuspori með fötuna og þvotabustan. Einmitt það, sagði kallinn hikandi. Kötturinn hafði eitthvað spreytt sig á hreingerningum áður og Pétur gamli var ekki alveg búinn að gleyma því. Jæja, en almennilega þá og þú lofar að þurrka vel upp eftir þig.
Kötturinn lofaði öllu fögru það. Mig vantar mikið vatn. Pétur fyllti fötuna af heitu vatni og setti dálitla sápu út í. Vertu svo aðeins til friðs á meðan ég forða sjálfur mér, sagði kallinn og snaraðist upp á legubekkin. Jafn skjótt og hann var þangað kominn þurrum fótum, skipti það engum togum að vatnsgusan kom æðandi eftir gólfunni og kötturinn Brandur hafði sparkað fötunum koll og notaði nú þvottabustan sem brimfjöl á fleygiferð sinni yfir eldhúsvíkina. Hann var leikinn í þessari list, bæði á einum fæti og á framlöppunum báðum og geystist þannig í krákustígum milli stólfátanna svo að öldurótið freyddi eldhúsgólfið endana á milli. Að 5 mínútum liðnum var hann orðinn örmagna. Ég er búinn, andvarpaði hann og hneig niður í stól. Búinn? Nei, heyrðu mig nú. Það ertu nú aldeilis ekki, sagði Pétur gamli. Þetta sem verður að þurrka upp eftir þig, því ég er ekki maður til þess. Svona, á mig kominn, í fætinum. Þú getur bara lagst af hnén. Ég er svo þreyttur. Ég sem er ekki annað en lítill köttur, sagði Brandur og bar sig aumlega. Ég skal reyna að vorkenna þér eins og ég mögulega get á meðan þú ert að þurrka upp, sagði Pétur gamli. Góltuskan er undir vaskinum og þegar þú ert búinn skulum við baka piparkökur. Það var byrjað að skyggja þegar Brandur þeytti tuskunni á gólfið og stökk upp á borðið. Nú er ég búinn, vaknaðu kall, nú bökum við piparkökur, hrópaði hann. Pétur gamli var nærri sofnaður á legubekknum. Þeir höfðu bakað slatta af piparkökum fyrir nokkrum dögum, en nú voru þær búnar. Helmingurinn af deiginu var eftir inni í búri. Að minnstakosti áleit Pétur að svo væri, en þegar hann skengdist ofan í skálina var þar ekkert að sjá nema ofurlitla klessu af deigi. Já, það hefur heldur hann ekki skroppið saman, sagði Pétur. Já, það er einkennilegt með deig, sagði Brandur. Það bara hverfur. Ég skildi þó ekki að hafa verið köttur á ferli og fengi sér að því, sagði Pétur. Það gæti hugsast, sagði kötturinn, nema það hafi verið kall. Já, gæti hugsast, sagði sá gamli. Pétur flatti út það litla deig sem til var, en Brandur mótaði kökurnar og át afgangana. Því næst fengu þeir sér kaffisópa og bruddu piparkökur með. Þeir sátu þegjandi og horfðu á spegilmynd sína í myrkum glugganum. Svona þögn fellur stundum á þegar ekkert fer eins og fyrir hugað er. Þennan dag ársins höfðu þeir ætíð haft svo mikið að sýsla vegna jólanna. Baka, elda mat, skreyta, allt hátt og lágt. Að þessu sinni sátu þeir bara hérna og biðu þess að Pétur jafnaði sig í fætinum. Ég er hræddur að við komumst ekki út að versla í dag og á morgun verður búðin lokuð. Líklegast fáum við engan jólamat í þetta sinn, sagði Pétur dapur í bragði. Hvað er kallinn að segja? Æpti Brandur. Engan jólamat, engan graut, ekkert svínakjöt, engan lútfisk, ekki einu sinni ögn af pilsu. Það lítur ekki út fyrir það, en þetta blessast. Við getum látið okkur nægja egg í þetta sinn og höfum svo svínakjöt á páskunum og við höfum kartöflur og gulrætur og eina sardínudós. Gulrætur á jólunum, stundi Brandur. Vertu ekki að vola út af þessu, sagði Pétur. Við líðum engan skort og svo færð þú jólagjöf, hvað sem öðru líður.
Brandur hætti að sífra og hvessti augun á Pétur. Hvað fæ ég? Hvæsti hann. Þú sér það þegar þar að kemur, svaraði Pétur. En nú ætla ég að útbúa ferlegan jólapakka úr fætinum á mér og svo þarf ég að halla mér aðeins. Hann dró 2 þykka ullarsokka á fótinn og þykka peysu þar utan yfir. Loks vafði hann síðum nærbuxum utan allt saman og hnýtti að með snæri. Nú var kallinn áberandi veikindalegur ásýndum og lagðist þegar til svefns. Brandur hélt kyrru fyrir og horfði á snjóflygsutnar falla úti fyrir. Var þetta virkilega réttur dagur? Hann var ömulegri en ömulegasti þriðjudagur. En hvernig væri að ganga frá jólagjöf handa kallinum? Brandur náði í gjöfuna sem hann ætlaði Pétri, vafði hana innan í handklæði og hnýtti snæri utan. Gjöfin var kartöfluflysjari sem hann hafði fundið á smíðaverkstæðinu. Brandi leið strax betur meðan hann var að þessum starfa. Morguninn eftir reyndi Pétur að stíga í fótinn. Það var að vísu sárt, en þó þolanlegra en kvöldið áður. Þetta verður orðið gott eftir nokkra daga, sagði hann. Við verðum að láta jólatréð eiga sig í dag. Hvað? Æpti Brandur. Ekkert jólatré heldur! Þá verði engin jól. Sjáum til, kannski lagast þetta þegar líður á daginn, tautaði Pétur. En raunar var hann fremur vondaufur það. Pétur eldaði hafragraut handa þeim í morgunverð. Hann vissi ekki hvað hann gæti gert til að gleðja Brand. Það sást langa leiðir hver kötturinn var vonsvikinn og stúrinn þar sem hann stóð og var að fylla jólatrésfótinn af gulrótum. Þeir snæddu þegjandi og áttu ekki einu sinni mjólkurdropa út í grautin. Allt í einu var barið að dyrum og inn kom Axel. Axel var strákurinn hans Gústa, nágranna. Hann hafði oft verið Pétri hjálplegur við snjómokstur og annað erfiði. Gleðileg jól, sagði hann. Ég ætla að moka frá húsinu fyrir þig en þú ert þá bara búinn að því. Hann rak augun í reifaðan fót Péturs upp á stól. Ertu strax búinn að fá jólapakka? Já, við byrjum tímalega hérna, svaraði Pétur. Svo sagði hann Axel upp alla söguna. En ertu ekki vandrað með mat og eldi við? Nei, það bjargast, tautaði Pétur. En nú gat Brandur ekki á sér setið lengur. Hann stökk hæð sína og hvæsti, það bjargast ekki neitt. Hér engin matur til, nema gulrætur, engar pípakökur, engin lútfiskur og ekkert jólatré. Eldiviðurinn bráðum búinn og svo verða örugglega engar jólagjafir heldur. Svona, stilltu þig, sagði Pétur sefandi. Þetta verður allt í lagi, en auðvitað væri gott að eiga mjólkurdropa og eitthvað smávegis á í eldinn. Axel fór og kom á vörmuspori með vænt eldiviðarknippi. Svo kvaddi hann og sagðist koma innan skamms með mjólkina. En Brandur var skelfilega mæddur. Hann var eins og gamall skorpinn skór í framan, þar sem hann sat þungbúinn út í horni, reif gulræturnar upp úr jólatrésfætinum og reyndi í staðinn að skrúfa í hann spýtur og sprek. Nú veit ég hvernig við getum útvegað okkur jólatré, sagði Pétur allt í einu. Kötturinn leit forvitinn á kallinn. Hvernig ferum við að því?
Jú. Pétur lýsti því fyrir Brandi í fáum orðum. Kötturinn tók á rás út og sótti grenigreinarnar sem þeir höfðu aflað daginn áður. Því næst hljóp hann út á smíðaverkstæðið og náði þar í langa spýtu og borsveif. Pétur boraði nú ótal göt á spýtuna og skrúfaði hana fasta á jólatrésfótinn. Að svo búnu báru þeir hana inn í stofuna, þar sem þeir voru vanir að hafa jólatréð. Þeir stungu nú grenigreinunum í götin sem Pétur hafði borað á spýtuna. Og nú var engu líkara en komið væri venjulegt jólatré í stofuna. Við skulum skreyta tréð, sagði Pétur. Ég held að jólaskrautið sé í kassa undir rúminu mínu. Já, þú heldur það, sagði Brandur. En hann er reyndar upp á háalofti, þessi kassi. Upp á háalofti, þangað kemst ég ekki, svona fótlama, sagði Pétur. Og þú getur ekki einu sinni lyft hleranum. Já, kassinn hefur engar áhyggjur af því, en þar er hann, svo mikið er víst, sagði Brandur. Æja, við verðum víst að hafa einhver önnur ráð, sagði Pétur og hugsaði málið. Skreftu út í smíðaverkstæðið og vittu hvort þú sérð ekki eitthvað fínt, eitthvað rautt á litinn, eða eitthvað sem glampar og glitrar. Ég ætla að svipast hérna inni. Af stað nú, nær buxna skanki, sagði kötturinn og tók á rás. Pétur gamli hökti húsið og rótaði í skúffum og skápum. Hann fann nokkra skeiðar, rjómaþeytara, klukku, hitamæli, postulínskú, lítinn apa úr blikki og fleira skran, gamalt og gott. Brandur kom hæl með hefilsbón, lukt af hjóli, gamlan pensil með rauðu málningarklístri, gorm og fleira smálegt sem hann áleit að færi vel á jólatré. Því næst settist Pétur við eldhúsborðið og hnýtti rauða bandspotta í þetta allt saman. Svo útbjó hann jólatrésgraut úr litprentuðum vikublöðum og vafði stálþræði utan útbrunna kertistubba. Kötturinn tók við öllu jafnóðum og kom því fyrir á trénu. Nú var barið að dyrum. Þar var Axel kominn með mjólkina og á hæla honum kom Elsa, móðir hans, kona Gústa nágranna. Hún hafði stærðar körfu meðferðis. Gleðileg jól, Pétur, sagði Elsa. Axel var að segja okkur að þú væri matalaus hérna heima, svo ég tók ofurlítinn bita með mér. Hvernig ertu í fætinum? Hann lagast bráðum, en þið hefðuð ekki átt að vera að koma með mat, þið allt og væn við mig, sagði Pétur. En hann tók samt við körfunni. Komið nú inn og þiggið kaffisopa, það er bara vestað. Já, ekkert með því. Það er nóg hérna, sjáðu, sagði Elsa. Og svo tók hún upp úr körfunni, svínakjöt, sultu, rauðkál, kjötbollur, brauð, svínakjötssoð til að dýfa í brauðinu, jólaöl, piparkökur og kleinur. Pétur horfði hrærður á kræsingarnar og vissi ekki hvernig í ósköpunum hann átti að þakka fyrir þetta allt saman. Þið áttuð ekki, þetta er nú allt of mikið, þið eru allt of elskuleg. Ó nei, sagði Elsa, nú bý ég til kaffið en þú reiðir fram piparkökurnar.
Innan skams birtist Gústi nágranni sjálfur. Hann kvaðst hingað kominn til að fá lánaðan gaslampa. En raunar var hann nú aðalega að forvitnast fótinn á Pétri. Hann settist, fékk sér kaffisopa eins og þau hin. Og Pétur varð að segja frá því hvernig hann ók á grjótgarðinn og meiddi sig í fætinum. Í sama bili og gestirnir bjuggust til heimferðar sáu þeir hvar Anna gamla kom kjagandi í hlaðið. Hún hafði líka körfu meðferðis. Gleðileg jól, Pétur, sagði hún og stappaði af sér snjóinn í andirinu. Elsa sagði að þú hefðir fótbrotnað og ættir engan ætan matarbita sem mér datt í huga að koma með vegna af lútfiski og dálitla pilsu. Pétur maldaði í móinn en þakkaði fyrir og bauð gömlu konunni sæti. Hún góð, jólapilsan hennar Önnu, sagði Elsa. Ég held ég verði bara að fara að fótbrjóta mig, eins og Pétur. Fjölskylda Gústa frestaði heimferðinni, því allir vildu fá bita af pilsunni. Svo kom röðin að soðbrauðinu og þegar sú veisla stóð sem hæst, kom Bergs fjölskyldan. Það fólk hafði frétt af slysinu heima hjá Önnu gömlu og hafði matarögn með sér og vildu nú vita hvað fætinum liði. Eldhúsið fylltist af jólaóskum, skrafi og skellihlátrum. Og Pétur þakkaði, tók við alls konar góðgæti, buktaði sig og beygði og bauð meira kaffi ásamt kökum sem Anna gamla hafði bakað. Því næst kom Jónasarfólkið og skömmu síðar Bakkabörnin og allir höfðu körfur meðferðis því þeir höfðu frétt að Pétur hefði fótbrotnað og hímdi hér heima í kytru sinni soltinn og kaldur og gæti sig hvergi hrært. Annar eins mannfjöldi með öðru eins málæði hafði ekki komið inn í eldhús kallsins síðan hann var 60 hérna árið. Gamla fólkið meðal gestanna talaði of mikið og lék sér of lítið. Eða það fannst kettinum Brandi. Hann neyddist til að leika allar helstu listir sínar því að það veitti honum ofurlitla eftirtekt. Brandur var lágur í loftinu og hafði því hengt allt skrautið of neðarlega á tréð, en börnin hjálpuðu honum að færa það ofar. Komið og sjáu tré, kölluðu börnin. Pétur og færa það ofar. Komið og sjáu tréð, kölluðu börnin. Pétur og Brandur bjuggu það til sjálfir. Gestirnir þyrptust inn í stofuna og sögðu, ó, en fallegt, getur maður bara búið til jólatré, rétt sér svona. Og mikill myndarköttur ertu, Brandur. Þetta fannst þeim báðum sanngjarnt, Brandi og Pétri. Gústi nágranni bjóst nú til heimferðar ásamt fólki sínu og hið sama gerðu allir hinir. Pétur horfði á eftir gestum sínum út gluggann og heyrði málæðið hljóðuna og hverfa út í kafaldið. Kyrrð féll á, jafn skjótt og fólkið var farið. Þó leið nokkur stund áður en allt var eins og það átti að sér. Þegar dimmt var orðið, kveiktu þeir félagar á kertum sem börnin höfðu fært þeim. Og því næst báru þeir á borð allt jólagóðgætið. Jólaveislum sem þessari höfðu þeir ekki átt að venjast dagana. Síðan fóru þeir inn í stofuna sína, kveiktu á jólatrénu, skiptust á jólagjöfum. Brandur fékk jójó og Pétur fékk kartöfluflysjara, vandlega vafinn og bundinn inn í handklæði.
Þeir hlýddu á jólasöngva í útvarpinu og horfðu á arineldinn meðan kertin brunnu út. Og Pétur gamli var glaður og ánægður. Þetta var nú meira jólakvöldið, Brandur minn. Jólatréð okkar skreytt með teskeiðum og öðru dýrindi. Allir gestirnir og góðgætið. Mikið eiguvin og elskulega nágranna. En Brandur svaraði ekki. Hann svaf eins og steinn. En hann var örugglega hamingjusamur líka. Svo mikið víst að sælubros lék grátt trýnið.